Við ætlum að tala eitthvað eldgamalt í dag. Við heyrum hvort þið að kristin trú sé gamaldags. Þannig það best að tala eitthvað gamalt. Það gamalt kall hérna og hann tala þá væntanlega eitthvað gamalt, eða ekki? En það svo merkilegt með það að þeir sem tala að kristin trú sé gamaldags, að þeirra trú líka gamaldags vegna þess að guðleysi líka gamaldags. Menn hafa afneitað Guði allar aldirnar. Þannig það ekkert nýtt við það. En í dag ætlum við að tala svolítið sem ég talaði áður. Og þú segir, Kristinn, ætlar að koma með sömu ræðuna aftur? Já. Sumir predikarar hafa sagt, ég ætla að predika sömu ræðuna alveg þangað til að við gerum þetta. Og stundum þurfum við að minna okkur á þangað til við framkvæmum hlutina. Hún Debora talaði á síðasta sunnudag heilbrigða kirkju og þegar hún byrjaði að segja ég ætla að tala heilbrigða kirkju, þá vissi ég hvað ég ætla að tala í dag, vegna þess að ég ætla líka að tala heilbrigða kirkju, en yfirskriftin og ég setti þetta á glærur þannig að við getum fylgst með, 5 einkenni á sterkum staðbundnum söfnuði. 5 einkenni á sterkum staðbundnum söfnuði. Fyrir þá sem ekki vita, þá söfnuður kirkja. Eða ekki? Söfnuður kirkja og söfnuður fólk sem safnast saman. Söfnuður ekki svona ósamsett hjól. Þú getur fengið hjól sent heim til þín. Það gjörðin hérna, keðjan hér og það ekki söfnuður. Söfnuður hjólið samsett og það farið að virka. Þannig að það munur á söfnuði og söfnuði. Þú getur fengið söfnuð í poka eða söfnuð sem tilbúin til þess að hjóla. Amen. Þannig 5 einkenni á sterkum staðbundnum söfnuði. Og þetta er eitthvað sem Guð sýndi mér einu sinni þegar ég var á biblíuskóla út á Flórida og var að ganga á stóri lóð og ég fekk þetta verkefni til að skila 5 einkenni á 5 signs of a strong local church. Það var verkefnið mitt. Þannig ég fór út að labba og þetta bara kom. Og það fyrsta táknið að hann sýnilegur. Hann sýnilegur. Amen. Hann sýnilegur. Og höfum við verið sýnileg? Stundum ekki. En ég þakka Guði fyrir að það voru allavega 2 sýnilegir á Laugaveginum í gær. Eru ekki þakklátt fyrir það? Það voru 2 af okkur sýnilegir á Laugaveginum í gær. Þannig að kirkjan var sýnileg. Hún var úti eða hluti af henni, var úti á götunum. Kirkjan, hún á að vera sýnileg. Og kannski ekki bara á þann hátt. Hún á að vera sýnileg, þannig að það vita allir hvar Hvítasunnu-kirkjan í Keflavík og það skrýtna þó svo að við höfum Jesús Kristur svarið, hérna framan á kirkjunni, að það eru margir sem keyra framhjá, þeir horfa á það og þeir sjá það ekki. Þeir jafnvel stafa það og þeir sjá það ekki. Þeir grípa það ekki. En þess vegna það að við þurfum í raun og veru að tengja saman, hvað ég segja, andaheiminn og hinn sýnilega heim. Við þurfum að Jesús Kristur, hann sagði mitt ríki ekki að þessum heimi, hann sagði mitt ríki að ofan. Og við lifum í 2 heimum, það eru ekki margir sem skilja það. Að áður en að hlutirnir gerast í hinu sýnilega heimi, þá eitthvað búið að gerast í hugarheimi einhvers manns. Það skiljum við. Ok? Segjum sem svo að einhver hefur haft áhrif á þennan huga, að þá kannski ekki þessi maður að framkvæma það sem hann vildi framkvæma.
Sjáið það? Þannig að við lifum í tveimur heimum, sýnilegum og ósýnilegum. Og Biblían segir okkur að í kringum okkur andaheimur, það eru englar, góðir andar, og það eru líka englar sem eru illir andar. Þannig að við lifum í tveimur heimum. En kirkjan, hún sýnileg og það sem Guð, eða mér fannst Guð tala til mín þarna 1999 í sólinni í Flórida, var að kennileiti safnaðarins ættu að vera táknin sem gerðust í söfnuðinum. Það að segja, auglýsingin eða skiltið, þetta hljómar vel á ensku, the sign should be the sign. The signs should be the sign. Það að segja, táknin sem gerast, það ætti að vera auglýsingin. Táknin sem gerast í kirkjunni ætti að vera auglýsingin. Við erum svo upptekin að því að búa til alls konar prógram, en hvað með að sjá bara nokkra sjúka læknast? Jesús gerði það. Og Jesús sagði að við ættum að gera það sem hann gerði. Amen. Þannig að kirkjan, hún þarf að vera sýnileg og við þurfum að gera það sem Jesús gerði. Í Matteus 5. kafla þá talað að enginn setur ljós. Við skulum lesa þetta 5. kafli, 14. vers. Matteus 5, 14. Þar segir, þér eru ljós heimsins, Þér eru ljós heimsins, og nú Jesús ekki að tala kirkjubygginguna, hann að tala fólkið sem kirkja, fólkið sem söfnuður. Þér eruð ljós heimsins. Þér eru ljós heimsins. Og borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Hvernig getur kirkjan staðið upp á fjalli? Jú, hún byrjar að gera það sem Jesús sagði henni að gera. Þá kemur hún upp á fjallið. Borg sem stendur á fjalli fær ekki dulist, ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku, þá lýsi það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósið þar með mannana að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Og ég fletti þessu orði mæliker upp í gær, ég var svona að hugsa, mæliker? Setja menn ljós undir tommastokk eða setja menn ljós? Nei, Jesús var að tala sérstaka gerða mælikeri, það var svona ílát sem tók 9 lítra. Og hann notaði alltaf svona myndir úr daglega lífinu. Og hann sagði, menn setja ekki ljós, eða ætla að kveikja ljós, þá setja þeir það ekki undir mæliker eða á einhvern stað þar sem ljósið sést ekki. Þeir setja ljósið þar sem það sést. Hver hefur heyrt talað guiding light? Mér fannst það ömurlegir þættir, væmnir, leiðinlegir, en margar kettlingar sátu dolfallnar yfir þessu og guiding light, það leiddi þig ekki neitt. Ef það leiddi þig eitthvað, þá leiddi það þig í ranga átt í þínum hugar heimi vegna þess að þetta var sápa. Sápa bara froða sem verður að engu. En þetta ljós sem við erum að tala það á að vera leiðarljós. Það hið sanna guiding light sem vísa þér veginn til lífsins. Þess vegna Jesús Kristur svarið. Og það það svar sem við viljum lýsa upp. Og í Jóhannesarbréfinu, 1. kafla, vers 6, segir að Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Og ef við höfum samfélag við Guð, að þá erum við í ljósinu. Ef einhver segist hafa samfélag við Guð og í myrkrinu, þá hann lýgari, segir Biblían. Þannig að ef að Guð okkar guiding light, þá erum við í ljósinu. Og við sem kirkja eigum að vera ljós sem þýðir að kirkjan
á að vera sýnileg. Hún á að vera sýnileg. Mér þykir vænt það margir sem kalla mig, hei prestur, upp í vinnu. Hei prestur. Þeir vita að ég trú á Jesú. Hei prestur. Og sérstaklega hann segir alltaf, hei prestur. Og það ekki af því að ég með kraga. Við erum öll prestar ef við tilheyrum Jesú Kristi. Þá erum við prestar eða þjónar hans. Og við eigum að vera sýnileg þar sem við erum. Og það segir hér, þannig lýsi ljósiðar, vers 16, meðal mannanna, að þeir sjá í góð verkiðar, vegsami föðuriðar sem á himnunum. Þannig að kirkjan á að sýna heiminum góð verk. Amen. Rómverjabréfið 1:8 það segir, fyrst, það Páll að skrifa til Rómverja, fyrst þakka ég Guði mínum, sakir Jesú Krist fyrir yður alla. Fyrst þakka ég Guði mínum, sakir Krist Jesú fyrir yður alla, af því að það orð fer af trúiðar í öllum heiminum. Það fer orð af trúiðar í öllum heiminum. Í öllum heiminum. Þessi kirkja í Róm, hún var sýnileg. Hún var sýnileg. Það kirkja sem var til hérna á síðustu öld í Los Angeles, Azusa stræti. Hún var í minna húsnæði en þetta og hún varð sýnileg í öllum heiminum. Allir vita, allavega í kristna geiranum, Azusa stræti. Af hverju? Af því að fólk flyktist af. Af hverju? Af því að Guð var að starfa. Guð var að gera ótrúleg tákn og undur. Þarna byrjuðu menn að tala öðrum tungum. Mörgum finnst það ægilega skrítið að tala öðrum tungum. En ég hlusta á fólk tala öðrum tungum í hvert skipti sem ég kem inn í matsalinn hjá flugleiðum, þá fólk að tala öðrum tungum. Þannig að tala öðrum, við tölum mörg tungumál, en að tala öðrum tungum eins og Guð gefur það yfirnáttúrulegt. En þessi kirkja, hún í raun og veru breiddist út allan heiminn og var kölluð hvítasunnu vakningin. Og þá má segja að við eigum rætur okkar í þetta Azusa stræti. Hún var sýnileg. Þannig að ef við ætlum að tilheyra Jesú Kristi, þá þurfum við að hafa þá á hreinu að við ætlum að hafa trú okkar í ljósinu. Jesús Kristur, hann sagði, og í Mattheus 15:14 stendur það, að ef blindur leiði blindan, þá falla báðir í gryfju. Ef blindur leiði blindan, þá geta þeir falli báðir í gryfju. Og hvað meinum við með þessi raun og veru? Hvað Jesús að meina? Við erum að tala ljós. Orð Guðs á að vera ljósið okkar. Margir segjast þjóna Jesú Kristi, en þeir ganga samt í myrkri. Og Jesús kallar þá lygara af því og þeir eru að reyna að leiða aðra, en það sem þeir leiða þá, að þeir leiða þá beint í næsta pytt. Vegna þess að þeir leyfa ekki orði Guðs að vera þeirra leiðar ljós. Þannig að það eitt að kenna sig við Krist, það annað að vera sem sagt undir drottinvaldi Jesú Krist. Amen. Í öðru lagi, glæra númer 2, að þá hefur sterkur staðbundin söfnuður eða kirkja, hún hefur áhrif á samfélag sitt, jafnvel allan heiminn. Hún hefur rödd sem bæði, eða hann, hef ég skrifað hérna, hefur rödd sem heyrist bæði í hinum náttúrulega heimi og í hinum andlega heimi. Í Postulasögunni 17. kafla, að þá talað, og vers 6, að þá voru bæjarbúar í ákveðnum bæ, nú sjá ég hvaða bæ það var, ég man það ekki,
það ekki þeir fóru nú Amfipólis og Apolloníu og komu til Þessalóníku. Sennilega það í Þessalóníku. Að þá koma þeir þarna, Páll og hvort það var Sílas sem var með honum, og bæjarbúar segja, mennirnir sem komið hafa allir í heimsbyggðinni í uppnám, þeir eru nú komnir hingað. Þannig að þessir gaurar eða menn voru að hafa áhrif á sitt umhverfi. Þeir voru búnir að koma með boðskap sínum, allri að mati Þessalóníkumanna, allri heimsbyggðinni í uppnám. Það var eitthvað sem gerðist. Og kirkja Jesú Krist, hún á að hafa áhrif. Það sem við sjáum hérna í dag í okkar landi að það virðist vera að heimurinn og þeir sem ekki tilheyra kirkjunni, þeir eru að hafa áhrif á kirkjunni, segja henni hvað sé rétt og segja henni hvað sé rangt. Og það ekki eins og Guð vill hafa það, vegna þess að Guð, hann skaparinn. Hann skapaði mannin, hann veit hvað rétt og hann veit hvað rangt. Og við eigum að vera þetta ljós. Það kirkja Jesú Krist, það orð Guðs sem á að hljóma út. Við eigum að vera ljósið. Við eigum að endurspegla kærleika Jesú Krist. Þannig að kirkjan, hún á að hafa áhrif í hinum náttúrulega heimi, einnig í hinum andlega. Kirkjan þarf að taka sér stöðu í hinum andlega heimi. Ég sagði frá því á Lindinni núna, ég var að lesa bók eftir mann sem hafði verið satansdyrkandi í 25 ár. Og þú segir, Kristinn, hvernig dettur í hug að lesa svona? Jú, Þormar gaf mér hana, þannig ég gerði það fyrir Þormar. Mér leist ekkert á kápuna á bókinni, ég hugsaði þetta nú eitt ruglið í viðbót sem Þormar að lesa, en ég byrjaði að lesa og mér fannst bókin bara þrælgóð og einum stað segir hann í þessari bók, það sem þeir gerðu, þessir satansdyrkendur, hann var búsettur í New York. Þeir mörkuðu sér svæði, þeir fóru, þeir framkvæma blóðfórnir, og þeir framkvæma alls konar ritual og þeir taka vald yfir ákveðnum bæjarhlutum, vald yfir ákveðnum svæðum. Og þeir gera þetta ekki með byssum eða sverði, þeir gera þetta á andlegan hátt í andaheiminum. Og oft á tíðum sagðan, þegar við vorum búin að hertaka svæði og þegar við vorum búin að þá brutust kannski út óeirðir á þessu svæði. Þá var kannski einhver lögreglumaður drepinn á þessu svæði. Þá kannski jókst glæpatíðnin á þessu svæði. Þeir voru búin að helga svæðið Satan. Þannig að það var samhengi milli þess sem gerðist í andlega heiminum og milli þess sem gerðist í hinum náttúrulega heimi. Og það þess vegna sem þessi maður, hann frelsaðist og hann segir frá því að þegar hann var djöfladýrkandi satansprestur, þá var það stundum að þeir voru að fara inn á þessi svæði, að þá upplifði hann það, hann komst ekki, hann var stopp, það var veggur. Og hann furðaði sig á þessu. Hvernig í óskopunum stendur á því að ég kemst ekki hérna? Og þá var það, hann sá það eru þessir ógeðslegu kristnu að þeir eru búin að taka stöðu sína og þeir eru að biðja. Þeir eru að biðja. Og hann bara komst ekki. Hann komst ekki inn á þetta svæði. Og það þess vegna sem ég segi að kirkja Jesú Krist, hún þarf að taka sér stöðu í andaheiminum. Og ef við tökum okkur stöðu í andaheiminum, þá bindum við ákveðna anda. Af hverju haldið að fólk sé að taka líf sitt? Ég talaði áðan, það byrjar að hugsa hugsanir sem það vill ekki hugsa. Sem það ætlaði aldrei að hugsa. Það einhver annar sem treður hugsunum inn í hugarheim þess. Þess vegna tekur fólk líf sitt. Ef að kirkja Jesú Krist stæði upp og myndi binda og brjóta niður vald allra sjálfsmorðsanda á þessu svæði, að þá höfum við ekki sjálfsmorð. Sjáðu, kirkjan þarf að taka
stöðu sína í anda heiminum og binda anda Satans og leysa anda Guðs. Þannig að kirkja, sterkur söfnuður, hann hefur áhrif í andaheiminum og hann hefur áhrif í hinum náttúrulega heimi einnig. Og hann ljós og hann þorir að segja hvað rétt samkvæmt orði Guðs og hvað rangt. Í þriðja lagi að þá heilbrigður söfnuður að hann vex. Ég hef svo oft sagt ykkur söguna af honum Jóni Páli sem var sterkasti maður heims, Íslendingur. Hann var að vaksa, líkaminn var að vaksa, en hann var ekki að vaksa á eðlilegan hátt vegna þess að einn daginn þá gafst hjartað upp og Jón Páll, hann dó. Og það svo mikilvægt, og ég segi þetta stundum við stráki minn, hann svona líkamsræktargaur og hann að borða fæðubótarefni og ég segi þú ert að leyfa líkamanum að vaksa á heilbrigðan hátt. Og heilbrigður líkami, hann vex á heilbrigðan hátt. Við erum ekki að, það var einn pastor, hann var að gefa fólki gullfiska fyrir að koma á samkomu, sagði hann. Og hann jafnvel borgaði fólki fyrir að koma á samkomur. Það ekki heilbrigt. Ef þú vilt ekki koma á samkomu, þá kemur ekki á samkomu. Ef þú vilt ekki biðja til Guðs, þá biður ekki til Guðs. Ég ætla ekki að borga þér fyrir það. Ég meina, konan mín þurfti ekki að borga mér fyrir að giftast henni. Mér langaði að giftast henni af því ég elskaði hana. Og ég kem í kirkju af því að ég elska Jesú. Og það heilbrigt. Ef að fólk vill ekki koma, og ef það skilur ekki af hverju það þarf að koma, þá getum við ekki neitt það. En þegar heilbrigð kirkja, hún vex af því að fólki finnst gaman að koma. Og það eitthvað sem dregur að sér. Asúsakirkjan, hún dró að sér fólk. Heilbrigður söfnuður verður eins og ryksuga sem dregur að sér fólk. Og það ekki af því að bara einn prestur, svona gamall og leiðilegur eins og ég, heldur af því að allir í kirkjunni eru spenntir fyrir Jesú. Þá byrjar kirkjan að vaksa. Allir í kirkjunni eru spenntir. Það allir að segja frá Jesú á Laugaveginum eða á Hafnargötunni eða í vinnunni. Það allir að segja frá Jesú af því að þeim finnst svo spennandi að fylgja Jesú. Ég heyri mikið talað fótbolta, EM og hvað EM? Ég veit ekki hvort allir veit það. Ég veit það varla. En sjáðu, ef þú hefur áhuga á því, þá veistu og þá fylgistu með. Og ef þú hefur áhuga á Jesú, þá veistu allt Jesú og þú fylgist með. En það gaman að tala við fólk, eins og það var gerð skoðanakönnun á Íslandi og það var einhverju 60% sem sögðust trú á Jesú. En af þessum 60% voru 17% sem trúðu því að Guð hefði skapað heiminn. Og það eins og að segja manni að þú ætlar að spila fótbolta án þess að hafa bolta. Við erum að fara á EM og við erum að fylgjast með fótboltaleik, en í þessum fótboltaleik engin bolti. Það eru bara kallar sem hlaupa á vellinum. Það ekki fótbolti. Sjáðu, Jesús Kristur, hann hefði ekki komið til jarðarinnar ef að Guð hefði ekki skapað heiminn. Það bara samræmi þar á milli. Og þess vegna það að ef við erum spennt fyrir Jesú, ef við erum spennt fyrir Guði, þá vitum við allt þetta, alveg eins og sumir vita, ég meina allt Liverpool og sumir vita allt ég veit ekki með Guðmund sko, og ég veit ekki með þessa tvo, ég ætla ekki að láta það slást inni, ekki fyrir en ég búinn allavega. Ég held að annars já, ég veit ekki hvaða liðum þeir fylgja. En annar þeir allavega púlari. Þannig að heilbrigður líkami, hann vex. Hann vex og hann tekur sér stöðu, já, sögðum við í andaheiminum. Og það var eitt sem þessi Satans prestur sagði, fyrrverandi fyrirgefiði. Hann sagði, það sem kirkjan þarf að gera að hún þarf að koma út úr skápnum. Hann sagði, þegar ákveðin lífstíl kom út úr skápnum í heiminum, þá var eins og kirkjan færi inn í skápinn.
Og það sem kirkjan þarf að gera í dag að koma út úr skápnum og vera það sem hún á að vera. Sem þýðir að við stöndum upp fyrir það sem við erum og könnumst við það sem við erum. Við erum Guðs fólk. Amen. Og Guð, hann skapaði okkur. Jesús Kristur sannaði heiminum að Guð væri til. Hann kom og frelsaði okkur frá syndum okkar og hann ennþá að frelsa fólk frá syndum sínum. Hann ennþá að lækna fólk. Hann ennþá að leysa fólk. Hann ennþá að starfa en í gegnum sína kirkju. Nú gerir hann það í gegnum sína kirkju. Númer 4, söfnuðurinn hefur guðlegt skipulag og elur læri sveina. Hann elur lærisveina, hann auglýsir ekki bara eftir fólki í kirkjukórinn, nei, hann elur lærisveina sem eru eins og bara lærlingar og þeir vilja læra allt Jesú, þeir læra að gera það sem Jesús gerði og þeir fara allstaðar og segja frá Jesú. Þeir eru lærisveinar og þeir eru alltaf að tala við Jesú og þeir eru að tala við þá sem að iðnaðarmennina í söfnuðunum sínum sem eru komnir lengri en þeir og læra að halda á skrújafni, læra að saga, læra að gera þetta allt saman. Þeir eru lærisveinar og þeir halda áfram að vera lærisveinar. Þannig að kirkja, heilbrigð kirkja, sterkur staðbundin söfnuður, elur læri sveina. Amen. Hann elur læri sveina. Og hann hefur skipulag. Og mér leiðist að vera pólitískur en það fór ægilega fyrir brjóstið á mér að horfa á ákveðin flokk, kynna sig í sjónvarpinu í gærkvöldi. Það var skipulag en það var ekki stjórn. Og, hvað ég segja? Ég ætla bara að segja að það hafi verið óreiða. Og ef við ætlum að fá fólk sem ekki getur stjórnað sjálfu sér og veit ekki hvernig það á að koma saman til þess að stjórna öðrum, að það kann ekki á gott. Guð, hann Guð reglu. Hann hefur reglu. Hann hefur sumar, hann hefur vetur, hann hefur regn, hann hefur sól og hann hefur daga, hann gaf okkur tíma. Og þar sem Guð þar ekki óregla. Páll postuli sagði, allt farið fram sómasamlega og með reglu. Þannig ef þú ætlar að hristast undir krafti heilags anda, þá skaltu gera það með reglu. Og það ekki allir sem skilja svona, vegna þess að stundum finnst mér vera óreiða í líkama Krists. Heilagur andi, hann starfar, hann fer sína leiðir, en það regla. Og ef einhver skelfur undan kraftans, þá það ekki til þess að hann skjálfi, þá það af því að heilagur andi að vinna verk. Ef að líkaminn skelfur þegar þú fær stuð frá hjartahnóttæki, þá það til að koma hjartanu í gang, ekki til þess að þú horfir á skjálftan eða allt það. Og það eins þegar heilagur andi vinnur í fólki, sumir detti í gólfið, aðrir byrja að hristast og skjálfa. Það ekki til þess. Það af því að Guð með sitt hjartahnoðtæki og hann að koma hjartanu þeirra í gang. Hann að gera eitthvað í lífið þeirra. Amen. Og það gerir hann með röð og reglu. Guð kann á tækið og hann vill að við kunnum á tækið og hann vill að við kunnum að setja það á réttan stað. Þú setur ekki hjartahnoðtæki á fótinn á einhverjum. Þú setur það hérna í hjartastað. Amen. Þannig að það regla í Guðs ríkinu. Guð ekki í óreglu. Hann í reglu, hann reglusamur. Og hann hefur sjálfstjórn. Þetta alveg að vera búið. Líkami Krists eða söfnuðurinn, hann hefur líka gott orðspor. Í Postulasögunni 5 segir Postulasagan 5, 13.
Engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikils. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikils. Það einn maður sem kom hérna á samkomu fyrir mörgum árum og situr hérna í dag. Hann lagði bílnum sínu þarna í burtu af því að hann vildi ekki að neinn vissi að hann væri að fara inn í þessa kirkju. Og það eru margir enn þann dag í dag sem eru þannig að ef þeir koma hingað þá líta þeir í kringum sig af því að við erum talin vera svona varhugavert fólk af ýmsum. Og hann sagði það við mig, tannlæknirinn minn einu sinni, Kiddi, þú veist að það eru flestir sem telja ykkur vera alveg stór skrýtna. Ég veit það og það er gagnkvæmt, Ingi minn. Sjáðu að ég búinn að vera báðum megin við borði, ég búinn að vera þarna fyrir utan og nú ég hérna fyrir innan og ég veit hvernig að lifa í þessum heimi án Jesú Krist og ég veit hvernig að lifa lífinu með Jesú. En við eigum að hafa gott mannorð, ef við ætlum að vera kristinn, þá eigum við að hafa gott mannorð. Og sjáðu til, þegar þú tekur á móti Jesú Kristi, þá gefur Guð þér nýtt mannorð. Þá gefur Guð þér nýtt mannorð. En það skiptir máli hvernig þú ferð með það. Hafirðu haft slæmt mannorð, þá þarftu núna að sýna og sanna að þú hefur breyst. Og ef að Jesús Kristur er drottinn í lífið þínu, þá mun það gerast. Ég man þegar þessi maður sem lagði bílnum sínum þarna, hann kom og tók skírn, að þá var hann kjötiðnaðar maður hérna í Samkaup sem það hét og þegar fólki sá breytinguna á honum, það komu 16 manns, allir sem unni í fyrirtækinu komu að horfa á þegar þessi maður tók hér niðurdýfingaskírn. Það voru allir. Breytingin var algjör. Breytingin var þvílík að menn vildu koma og sjá hvað hefði gerst og hvað væri að gerast. Þannig að Guð gefur okkur nýtt mannorð og við höldum sem sagt góðu mannorði. 5. lagi síðasta að heilbrigður hefur sterka hugsjón. Hann segir, og orðskviðin 29 segja án hugsjónar að þá lendir líðurinn á villigötum og nú tala ég eins og Guðni forseta frambjóðandi, líðurinn þetta stendur ekki alveg svona, þar sem engin vitrun lenda menn á villigötum. 29:18 Þar sem engar vitranir kemst fólkið á glapstigu. Þar sem engar vitranir kemst fólkið á glapstigu. Habakúk spámaður segir að við að skrifa upp vitrunina svo að allir geti lesið og hlaupið með henni. Habakúk 2:2 Þá svaraði drottinn mér og sagði skrifa þú upp vitrunina, letra svo skýrt á spjöldin að lesa megi viðstöðulaust. Því að vitrunin hefur enn sinn ákveðna tíma en hún skundar að takmarkinu og bregst ekki, þótt hún drægist á vænt hennar því hún mun vissulega framkoma. Hugsjón að skrifa upp eitthvað og hafa það skýrt á spjöldunum þannig að fólk geti gengið með því. Og okkar sýn sem staðbundin, sterkur söfnuður að ala upp einstaklingar sem líkjast Kristi. Að kalla fólk til Jesú Krist. Oft það þannig að fólk spyrja hvaða hugsjón hefur þessi kirkja. Og þá kannski sagt, já, við erum að gera þetta, ok, það getur verið hluti af því sem við erum að gera. Við getum farið og gefið fólki mat og það getur verið hluti af því að leiða fólk til Krists. Við getum hjálpað fólki þarna og það getur verið hluti af því að leiða fólk til Krists. En sýnin okkar að leiða og kalla fólk til Jesú Krist og að Kristur megi vera myndaður í lífi fólks. Og þetta ekki bara eitthvað sem kirkjan að gera, þetta þín sýn ef þú tilheyrir Jesú Kristi. Þetta það sem Jesús Kristur hefur skrifað
á vegginn fyrir þig, farðu og gjörðu aðra að lærisveinum. Ef að þú ert lærisveinn, þá átt að fara og gjöra aðra að lærisveinum. Og kirkjan í 5. lagi, hún á einnig að vera skjól fyrir særða, brotna, og hún á að vera ljós, vísa þeim veginn. Það segir í sálminum að Guð er góður, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Kirkjan, hún á að vera bænahús, hún á að vera staður þar sem að fólk getur átt samfélag og hún á að vera trúboðsmiðstöð. Hún á einnig að vera lækningamiðstöð. Hún á að vera lækningamiðstöð. Og bara að lokum, ég að lesa bók núna mann sem hafði lækningamiðstöð. Og það var nánast allir sem læknuðust þegar hann kom. Eða þar sem komu þar. Og Guð myndi mig á bara það orð sem hann gaf okkur hérna fyrir mörgum árum, að við vorum alltaf að biðja fyrir fólki til lækninga. Og ég trúi því að kirkja Jesú Krist, eitt einkennið á henni, að fólk læknast. Fólk læknast. Og ég búinn að vera að biðja í þessari kirkju undanfarin kvöld, og ég búinn að gefa Guði þessi sæti hérna sem lækningabekki. Þetta staðurinn þar sem fólk læknast þegar það kemur hérna inn. Dýr Guðs, ég bara búinn að tileinka Guði þessi sæti sem lækningasæti. Að lækning Guðs, hún kemur, dýr Guðs, hún kemur. Dýr Guðs kemur ef við trúum og ef við væntum hennar. Hérna kemur fólk og frelsast. Það gefur líf sitt Guði. Og hérna fyrir aftan, að þá breytir fólk hugsunarhátt af því að heyrir orð Guðs. Og það vill koma og það vill læknast, það vill frelsast. Og þetta eru þessi einkenni sem eru til staðar á sterkum staðbundnum söfnuði. Fólk að læknast, fólk að frelsast, fólk að finna skjól, fólk að finna nýjan tilgang fyrir líf sitt af því að það tengist við skaparan. Amen. Takk Jesús. Takk Jesús. Og í þessari síðustu vakningu sem við upplifðum, sem ég talaði að þá læknuðust yfirleitt allir. Í postulasögunni, þá læknuðust yfirleitt allir. Og það sem við þurfum að gera, elsku systkini, að við þurfum að brjóta niður þennan múr sem við köllum vantrúarmúr, eða enskan segir unbelief, sem self-inflicted limitation. Það vantrú. Það eru takmörk sem þú takmarkar sjálfan þig með. Í bókinni sem ég var að lesa, að þar kom kona inn í þessa lækningamiðstöð og þeir héldu hún væri ófrísk. Af því að hún var með, það virtist vera að hún væri með barni. En þegar barni hafði ekki fæðst eftir 10 mánuði, þá gerðu þeir sér grein fyrir því að þetta var æxli. Og hún kemur þarna til hans John Lake í söfnuðin eða lækningamiðstöðina. Eina nóttina, það beðið fyrir henni, það eru lagðar hendur yfir hana og hún segir, ég fann frið Guðs koma inn í líkaminn, en þegar ég lagðist á koddann, þá fann ég ekki fyrir því að það væri nein minnkun líkamlega, en morgunin eftir þegar ég vaknaði, þá var allt farið. Og þetta var á stærð við barn. Og hann sagði, kom þetta út í vökvaformi? Hún sagði, nei, það voru engin merki þess að neitt hefði verið. Engin merki.
Og þetta bara eitt af þessum mörgu kraftaverkum. Ungur maður kom í heimsókn til einnar úr samfélaginu og hann var velgefinn ungur maður. Hann var forfallinn alkohólisti. Hann gat ekki hætt að drekka. Og það var sama í raun og veru hvað hann gerði, hvort sem hann var á þurrum stað eða blautum stað, ef hann þurfti á áfenginu að halda, að það voru engin bönd sem héldu honum, hann varð bara að fá áfengi. Ein kona úr samfélaginu hringir í John og segir, viltu biðja með mér, hann er kominn hérna þessi maður og hann vill fá lausn. Og hann segir, fáðu einhvern annan heim til að biðja með þér og láttu mig vita þegar hann er kominn, þá skal ég biðja með þér og ég ætla að hringja í John og ég ætla að hringja í James, ég man ekki nöfnin á þeim, og ég ætla að fá þá til að biðja líka. Láttu mig svo vita hvað gerist. Konan hringir í hann nokkrum tímum seinna og þá hafði það gerst þegar ungi maðurinn var búinn að vera á hnjánum í 20 mínútur og þau voru búin að biðja saman yfir honum. Þá segir hann, rís hann upp og segir, ég er ekki heimskur og ég finn að það er eitthvað sem hefur gerst innra með mér. Ég get ekki útskýrt það. Löngunin er farin. Löngunin er farin. Og hann var heill frá þeim degi. Sjáðu, þessi kraftur sem við erum að tala kraftur Guðs, það er engin landamæri. Nafnið er æðra krabbameini, nafnið er æðra blindum augum, nafnið er æðra hvaða sjúkdómi sem þú vilt nefna. Bara ef að andi Guðs fær að ná taki á þér og mér og við gefumst honum, þá mun hann starfa á þennan hátt á ný. Amen. Ég bara trúi því og það er það sem ég vil sjá. Ég er þreyttur á kirkju þar sem snýst allt að horfa á veggina eða horfa upp í loftið eða gera þetta eða gera hitt. Ef við erum kirkja, þá segir Biblían að Guð, hann er á meðal okkar og hann vinnur sitt verk á meðal okkar. Amen. Og ef þið eru sammála, þá ætla ég að biðja ykkur að standa á fætur og biðja með mér og við viljum biðja bara Drottinn þessa